Páskarnir nálgast. Jarðarber 250 grömm aðeins 199 krónur askjan. Nettó, sparaðu með okkur. Njarðvíkingurinn Arnar Stefánsson tók árið 2016 upp á símann sinn og bjó til myndband sem vakið hefur talsverða athygli. Arnar hefur þann háttinn á að taka bara upp 2 sekúndur á dag af daglegu lífi sínu. Talsverð vinna fylgir þessu og Arnar þarf að muna á hverjum degi að taka upp brot sem lýsir deginum sem best. Kannski einu sinni það sem ég hef svona næstuði gleymt í, en þetta er orðið alveg frekar vel innbyggt inn í mig núna. Þetta svona heldtekið þið svolítið? Já, þú veist, ligg upp í rúmi alveg og hugsa bara er ég búinn að taka myndband maður? Og þá var ég kannski búinn að taka 2, sko. Þú veist, þetta er bara eitthvað svo alveg vel inn í mig núna, sko. Arnar gerði myndband fyrir árið 2013 með sömu aðferð. Fjölskylda og vinir eru því orðin vön að sjá Arnar með símann á lofti. Það halda bara allir að ég sé að taka mynd. En núna veit fólk svona hvað þú ætti að gera, þannig að þú veist, þegar þú rífur upp símann og bregst fólk kannski að vera sér við, setur sig í einhverja stellingar eða... Stundum, sko, en samt fólk heldur bara að ég sé að taka mynd. Þú veist, og er bara eitthvað, byrjar að pósa og alveg, nei, þetta er myndband, sko. Þú veist, þá fær maður eitthvað kannski aðeins skemmtilega. Ég tek alveg stundum 10 mínútur af efni og þarf að velja síðan 2 sekúndur úr því, þá er ég bara að bíða eftir einhverju svona skemmtilegu. Það hlýtur að svolítið vinna í því og svolítið erfitt að velja alltaf þessar 2 sekúndur úr einhverjum viðburðum. Já, ég svona reyna að velja bara 2 sekúndur sem að lýsa deginum mest. Þú veist, stundum tek ég alveg 3-4 myndbönd yfir daginn og reyni bara að finna á svona einhvern veginn hvað lýsir því sem ég var að gera best og hjálpar mér mest að muna eftir deginum öllum, sko. Myndbandið frá árinu 2013 vakti talsverða athygli og hafa þúsundir manna horft á það á YouTube. Þú veist, það voru allir að segja við mig að lífið mitt væri svo fullkomið og eitthvað og ég sagði bara þess, nei, það er ekki lífið hjá neinum er fullkomið. Já, þú veist, ég ætlaði samt alltaf að taka upp líka alveg slæmu dagana, sko, en í alvörinni samt þá árið 2013 þá gerðist ekkert eitthvað hræðilegt, sko. Þú veist, það dó enginn eða það var ekkert eitthvað rosalegt, það var ekki veikur henni. En ég var alveg, þú veist, ég ætla að taka það upp, sko. Ég verði að gera það, þú veist, það var dagurinn minn, sko. Sem aðeins kannski frá árinu 2017, það var kannski með þeim viðburða meiri í þínu lífi. Já. Já, það bara, dóttir mín fæddist og ég náði, sko, þegar að leið á 2016 þá áttaði ég mig á því, þegar hún varð ólétt hún Anna, þá fattaði ég bara, þú veist, ég var að bara dokumenta meðgönguna, skilur, ég var ógeðslega spenntur, sko, yfir því, bara að ná að, þú veist, af öllum árum í lífi mínu hefði ég náð að byrja á þessu áður en það gerðist, sko, eða áður en við vissum það meira sér. Og svo náttúrulega bara hápunktur, það er fæðingin, þú dokumentar hana líka. Ég dokumenta hana líka, ég var svona, sko, já, ég var ekkert onni henni önnu, sko. En þú veist, ég tók upp nokkuð mynd, ég hefði reyndar alveg viljað taka fleiri myndbönd, sko, en þú veit, ég vissi ekki að ég ætlaði að gera svona mikið úr í þannig í endan, sko. Nei, það er ekki nokkur þar sem eru lengur en 2 sekúndur, það er ekki rétt hjá mér. Í endan? Já, svona fæðingu. Já, ég svindlaði smá. Já, ertu strangur á reglunum, eða? Já, ég er ótrúlega strangur, sko. Ég er alveg, það er alveg, ef að myndband fer sekúndubrót yfir, sko, 2 sekúndur, þá fer ég að laga það, sko. Já. Í listanum, sko. Þannig máttu gera smá myndatekningu. Já, svo líka kom að var einn svona erfið dagar sem að kísin okkar dó og þá við vorum alveg virkilega leið yfir því, sko. Og þannig að ég leyfði mér að hafa þær 4, bara svona út í þetta. Þú veist, dagurinn virtist bara svo langur líka einhvern veginn út af þessu. Þú veist, við vorum öll bara í sorg. Hvernig, svo náttúrulega ertu byrjaði núna á þessu ári, eða ekki? Jú, ég bara hélt áfram. Þú veist, ég ætlaði bara að gera þetta þangað til að, ég veit ekki, bara áfram, þú veist. Ég ætla ekki að hætta, sko. En hvernig er það, ertu svolítið meðvitaður það einmitt að verða að vera fjölbreytt myndefni hjá þér? Já, líka bara fyrir mig, sko, að mér finnst þetta að vera skemmtilegt ef þetta er alltaf bara, sko, ég hefði alveg getað tekið alltaf upp þegar ég er að horfa á Netflix eða, þú veist, eitthvað, þú veist, maður gerir það næstu á hverju kvöldi, sko, er eitthvað í sjónvarpinu og það er svona alveg last resort að ég taki upp sjónvarpið, þá er ég bara kannski búinn á því og ég nenni ekki að finna neitt einhvern veginn og þá tek ég upp sjónvarpið. Ef það er ekkert sem gerist yfir daginn, þá er það bara, þú veist, lífið mitt, skilur, þá er það bara
annað að syngja uppförsunarbusta eða eitthvað, þú veist, venjulegt. Ég að tannbusta mig eða eitthvað, eitt myndband. Það er kannski ekki mikið myndum á þér? Nei, ég gerði 2 eða eitthvað svoleiðis sem var bara í speglinum, sko. Mútið að Anna var að röfla í mér að ég væri aldrei í þessu. Svolítið mikið henni og lítið að fyrir. Já, en þú veist, það var samt eiginlega pointið mitt. Ég vildi bara að þetta sé frá mínu sjónarhorni allt. Þú veist, ég má ekkert taka einhverja selfies. Nei. Ekki þarna, þú veist, ég get alveg tekið myndir af mér bara með einhverjum öðrum. En í þessu þá vildi ég bara að þetta væri bara beint úr mínum augum. Hvernig finnst þér að horfa á þetta sjálfum? Mér finnst það ógeðslega gaman. Mér finnst það alveg vandræðalega skemmtilegt, sko. Ég er búinn að horfa á þetta, ég veit ekki hversu oft, bara byrja á því, sko, og svo bara klára ég það. Og alveg 13 mínútur farnar. Bara, ég veit ekki hversu oft ég er búinn að horfa á þetta, sko. Já, það er náttúrulega, heilt ár í 13 mínútum, það er bara nokkuð góð lengd, þannig séð. Já, það voru nokkur sem voru kvart undan að ég get ekki lesið textan á meðan. Já, ok. Þetta, út af því að þetta er svo fljótt og stundum skrifaði ég kannski aðeins svo mikið líka undir, sko, hvað var að gerast. En maður má ekki breyta það 2 sekúndur, sko. En svona kannski einmitt stóra markmiðið með þessu eða eitthvað svona loka dæmi, er það bara mynd í fullri lengd líf þitt eða eitthvað gott bara fyrir jarðarförina? Í fullri lengd, það verður einhverjum 10 klukkutímar eða eitthvað. Ég veit það ekki, það er ekkert enda markmið hjá mér, ég ætla bara að safna þessu eins lengi og ég get. Svo bara, þú veist, 50 sammálinu mínu eða eitthvað verður þetta rúllandi og svo, þú veist, alltaf fyrir að labba einhverja verslur hjá okkur, þá verður þetta myndband, helvits myndband rúllandi, sko. Þannig að þetta verður bara svona eitthvað ongoing dót í lífi mínu, sko, þú veist, þetta er bara orðið partur af lífi mínu, sko.